Góðir gestir, ég vil byrja á því að þakka Geðhjálp og samstarfskonu minni á Morgunblaðinu frá fyrri tíð, Önnu Gunnhildi Ólafsdóttur, fyrir það framtak að efna til þessara umræðna málefni aðstandenda geðsjúkra. Það satt að segja alveg magnað að standa hér og horfa á þennan fund. Ég hefði ekki trúað því að það væri hægt að halda fund af þessu tagi þetta málefni. Og ég fullyrði að fyrir svona 2 áratugum hefði ekki verið hægt að halda svona fund. Vegna þess að fólk hefði ekki viljað láta sjá sig á svona fundi. Það segir mikla sögu þá breytingu sem hefur orðið hér á viðhorfum til þessa sjúkdóms. Málefni aðstandenda geðsjúkra hafa ekki fengið á athygli sem vert væri, þó það hafa orðið mikil breyting á því á síðasta aldarfjórðungi eða svo. Einn helsti frumkvöðullinn í því að setja þessi mál á dagskrá var Dr. Eydís Sveinbjarnardóttir. Þegar ég sá í Morgunblaðinu fyrir langa löngu að hún ynni að rannsóknum á þessu sviði, var ég hissa en leið óskaplega fegin. Að vera maki einstaklings sem á í stríði við alvarlegan geðsjúkdóm upplifði ég á þann veg að við, kona mín og ég, værum ein með 2 litlar stúlkur á bátskænu úti á reginhafi í ólgusjó og hrektust undan veðri og vindum. Lífið snerist að lifa af frá degi til dags. Annað var aukaatriði. Við náðum landi aldarfjórðungi seinna og þá tók nýr kafli við að ná áttum. Nú vil ég taka fram að ég mjög þakklátur öllu því fólki sem við áttum samskipti við í geðheilbrigðiskerfinu. Án þess fólks hefðum við ekki lifað af. En þegar ég horfi yfir farinn veg 2 sem hefur sótt á mig. Þess vegna var ég svo fegin þegar ég las rannsóknir Eydísar í mínu gamla blaði. Hið fyrra að aldrei á þessum tíma var talað við mig þau vandamál sem þessi erfiði sjúkdómur gæti leitt yfir dætur okkar og ég hafði ekki vit á að spyrja. Þess vegna hef ég á undanförnum árum lagt áherslu á að samhliða meðferð á þessum sjúkdómi gagnvart sjúklingi þurfi að koma reglubundin og skipuleg meðferð oft til margra ára sem snýr að börnum sjúklings til þess að gera þeim kleift að lifa af í návígi við slíkan sjúkdóm hjá móður eða föður. Að sumu leyti ég auðvitað úreltur í þessum fræðum vegna þess að nú eru bráðum hálf öld liðin frá því að þessu ósköp dundu yfir í okkar lífi. Þó held ég að í þessum efnum sé mikið verk óunnið. Hinn þáttur málsins sem hefur sótt á mig staða maka við þessar aðstæður. Í upphafi var eitt útskýrt fyrir mér. Að ásakanir í minn garð sem ég tók nærri mér væru birtingarmynd sjúkdómsins en ekki eitthvað annað. Að öðru leyti kom staða mín sem maka ekki til umræðu. 2 áratugum seinna var athygli mín vakin á starfi AA-samtakanna gagnvart aðstandendum áfengissjúkra. Þá byrjaði ég að átta mig á að þær tilfinningar sem barðust hið innra með mér ættu sér hliðstæður annars staðar og hjá öðru fólki. Við þessar aðstæður veit maki ekki sitt rjúkandi ráð. Hann missir fótana, það hef ég upplifað sjálfur og það hef ég heyrt frá öðru fólki sem hefur haft samband við mig hinn síðustu ár og örvæntingar fullt, oft með lítil börn og fársjúkan einstakling og öll fjölskyldumál í uppnámi. Af þessum sökum var það ákveðin opinberun fyrir mig að lesa aldamótin síðustu bók eftir breskan geðlækni sem heitir Hjónaband í himnaríki og helvíti og fjallar bresku skáldkonuna Virginia Woolf og eiginmann hennar Leonard Woolf.
Við lestur þessara bókar var mér ljóst að eiginmaður Virginíu Woolf hafði hugsað alveg eins og ég, mörgum áratugum seinna, pínulítla hluti í samskiptum hjóna við þessar aðstæður sem snúa meðal annars að félagslegum samskiptum við annað fólk. En annað var þó mikilvægara. Við þekkjum öll varnaðar orð Einars Benediktssonar að aðgát skulu höfð í nærveru sálar. Bók breska geðlæknisins var til þess að ég las ævisögu Leonards Woolf, eiginmanns Virginíu. Lestur bókana tveggja vekur upp áleitna spurningu. Urðu örfá, ógætileg orð af hans hálfu sem hún gat túlkað á þann veg að hann var að segja að hún var að eyðileggja líf hans til þess að hún fyrirfór sér svo að hann geti notið eðlilegs lífs. Þetta kennir manni margt og þess vegna hef ég leyft mér að orða það svo að Virginia Woolf hafi haldið í hendina á mér með vissum hætti. Af lífi hennar og eiginmanns hennar má læra. Hvað þurfa starfsmenn geðheilbrigðiskerfisins að tala við maka og veita þeim aðstoð með. Makar þurfa að fá leiðsögn það hvernig þeir eigi að tala við börnin ef það eru börn. Það er mikið vandaverk og getur skipt sköpum framhaldið. Og það er ekki bara eitt samtal, það eru samtöl sem geta þurft að fara fram yfir langt tímabil. Þeir þurfa að fá upplýsingar sjúkdóminn með kerfisbundnari og skipulegri hætti en þær upplýsingar sem miðlað í samtölum starfsmanna við maka frá degi til dags. Þeir þurfa að fá leiðbeiningar það hvernig þeir sjálfir eiga að tala við hinn sjúka maka sinn. Við þessar aðstæður kom upp margvísleg álitamál. Verð ég veik eða veikur fyrir lífstíð? Eða hef ég möguleika á að ná bata? Ég veit að ég er þér byrði og þú ert betur komin án mín eins og Virginia sagði við mannin sinn forðum. Þeir þurfa að fá leiðbeiningar hvernig þeir eigi að tala við hinn sjúka maka sinn mál sem þau bera sameiginlega ábyrgð á, uppeldi barna sem getur orðið erfið togstreita málefni fjölskyldunar, almennt og heimilishald og fleira. Og það þarf að tala við þá það, hvernig þeir geti sjálfir haldið andlegu jafnvægi í því umróti sem í kringum þá og getur skipt öllu máli, ekki síst ef börn eru á heimilinu. Og það þarf að tala beint við þá málefni sem margir þeirra velta áreiðanlega fyrir sér og sumir framkvæma, það hvort þeir eigi að hverfa á braut. Í þeim efnum getur heilbrigðiskerfið ekki markað neina stefnu. Það verður hver og einn einstaklingur að gera upp við sjálfan sig. En það hjálpar til að ræða málið, benda á ýmsa þætti sem máli geta skipt í þeim efnum. Mín skoðun hins vegar sú að þetta sé sjúkdómur sem ekki hægt að flýja. Hann fylgir þeim sem honum kynnist hvert sem hann fer og minningar hann fylgja fjölskyldum í margar kynslóðir hvort sem hann kemur fram í fleiri einstaklingum eða ekki. Ég hef vísað hér í Virginíu Woolf en í sjálfu sér má segja það sama líf þeirrar konu sem hefur orðið einna þekktust í geðsögu okkar tíma en þar á ég við bandarísku skáldkonuna Sylvíu Plath sem var gift breska ljóðskáldinu Ted Hughes. Óopinber ævisaga hans að koma út í Bretlandi þessa dagana. Hún vekur upp þessa spurningu. Hefði Sylvía Plath fyrirfarið sér ef hún hefði náð í Ted Hughes eins og hún reyndi að gera klukkustundirnar fyrir þann atburð ef þær tilraun hennar hefði borið árangur. Og svo má enn nefna eina konu til sögunar. Hún hét Clara Schumann og var eiginkona tónskáldsins Robert Schumans. Þau voru uppi á 19. öld. Hann var haldinn alvarlegri geðhvarfasýki. Þau áttu saman 8 börn. Hún sá uppeldi þeirra, hún glímdi við sjúkdóm Schumans og var sjálf
og var sjálf þekktur píanóleikari og tónskáld. Þá voru engin lyf til og þá voru engin raflost til. Þessi kona hefur verið einstök afrekskona. Hlustiði á píanókonsert Schumanns og velti fyrir ykkur hvernig sú fegurð getur orðið til í tilfinningalífi fársjúks manns. Rannsóknir sýna að öll helstu tónverk Schumanns urðu til í mikilli maníu og sárafá í djúpu þunglyndi. En hvað getum við lært af Klöru Schumann? Þrautseigju og að gefast ekki upp. Við náðum landi, kona mín, dætur okkar og ég, og hún hefur náð fullum bata af þeim sjúkdómi sem sótti að henni þegar hún var 25 ára gömul. En umhugsunin þennan sjúkdóm skilur aldrei við okkur. Takk fyrir.